Æja, Einar Andri, þetta var nú óþægilega tæpt í lokin. Já, þetta var mjög tæpt á síðustu sekúndunum og Danni náttúrulega bjargaði okkur með því að verja framhlaup í lokin og við vorum konir í góða stöðu þannig að nokkra mínútur voru eftir og fórum bara illa ráð okkar. Hvað klikkaði hjá okkur það? Já, við bara vorum að brenna dauðafærum og tapa boltum á klaufalegan hátt, fyrst og fremst og svona vandaði bara ákveðin klókindi. Nú voru margir búin að spá og bjuggust við stórsigur FH hér í kvöld, sérstaklega eftir laga leiki í afturhaldinga, síðustu 2. Hvað, hefur eitthvað skýring á 2019? Nei, þetta var bara nákvæmlega eins og við bjuggust við. Þeir skiptum þjálfara og það kemur yfirleitt svona ferskir vindar með því og meiri kraftur í menn og afturhaldinga hefur spilað mjög góða vörn í alla vetur, myndi ég segja, kannski fyrir utan 1 eða 2 leiki. Þannig að þetta var bara nákvæmlega eins og ég bjóst við á liði sem að berjast fyrir lífi sínu. En það var ekkert vanmat af hálfu þinna manna? Ekki til í dæminu og menn voru alveg á fullu og það vantaði ekkert upp á það. Það vantaði bara meiri klókindi og hreyfanleiki í sóknina og nýta færin betur. Þá hefði við vantalega náð betri leik. Þið viðurkenndu að geta opinberlega ykkur langaði í deildarmeistaratitilinn en eftir sigur Hauka hér í kvöld þá er hann svona nánast bara alveg úr greipum. Já, eins og við erum búin að segja allan tíma þá höfum við ekkert verið að horfa á það. Ég fannst það aldrei raunhæft að Haukar sem myndi fara að tapa einhverjum 5-6-7 leiki með röð til þess að það þyrfti að gerast, þannig að það var ekkert sem við vorum að spá í. En Fram unnu í kvöld, þannig þeir hanga fast í hælanum á ykkur? Já, það er klart maður, þeir eru að spila mjög vel í staðana og við þurfum að bara vinna vel núna í næstu 2 vikurnar meðan pásan og koma ferskir í síðustu leikina. Einar Andri, þakka þér fyrir. Takk.